Kjarnorka er þegar að orka úr kjarnafrumeinda er nýtt til þess til dæmis að framleiða rafmagn. Kjarnorka virkar þannig að við erum með frumukjarna, yfirleitt ákveðin samsæta af úrani, getur verið plútón og getur verið annað líka. Þetta er yfirleitt úran. Nifteind er skotið á kjarnan og við það klofnar kjarnin í tvennt, verður þá að tveimur ólíkum frumefnum. Við þetta losnar gríðarleg orka og það er að framleiða mjög mikið rafmagn í einu kjarnorkuveri. Þetta er ekki endurnýjanlegur orkugjafi vegna þess að það er bara til ákveðið mikið af úrani. Það sem gerist er að það myndast hiti sem er notað til þess að hita upp vatn og vatnið er látið eins og jarðvarmaorkuveri eiginlega framleiða rafmagn. Þannig að það losnar ekki út nein mengun þannig lagað af kjarnorkuveri en það verður til geislavirkur úrgangur, ekkert rosalega mikið og það skapar vandamál og eins ef það verður slys út af einhverju, kom flóðbylgja og jarðskjálfti á kjarnorkuveri í Japan, við það losnaði út töluvert af geislun. Það sprakk kjarnakljúfur í Tjernobyl í Sovétríkjunum 1986, við það slapp út óbóðslegt magn af geislun sem er ennþá að hafa áhrif á lífríki þar í kring og meira að segja langt í burtu því að þessi geislun fer upp í andrúmsloftið og getur svo fallið niður einhvers staðar annars staðar. Þannig að þetta er mjög hættuleg orka þó hún sé mjög skilvirk og þanniglega séð ágætt þegar hún er í lagi. En ef eitthvað gerist, þá er það slæmt sem gerist. Þegar kjarnin fer svona í sundur þá losna fleiri nifteindir sem geta klofið í sundur næsta kjarna. Þetta er kallað keðjuverkun. Þannig að þetta er svolítið flókið en þetta er mjög einfölduð mynd af kjarnorku.